Jæja, kæra Meyja. Þá komið að öðrum partí fyrir þig. Og hér ætlum við að skoða aðeins svona þína innri líðan og ef til vill einhvers konar útskýringu á því okkur hlutir í lífiðinu ekki að ganga alveg eins og þú hefði viljað. Og ég tengi þetta við lesturinn sem var hérna á undan, sem þú getur fundið, sem ég ætla að kalla bara númer 1, þar sem þetta númer 2 og það tengist saman. Hér höfum við í forsæti spil sem táknar fíkn. Þetta spil í þínu lífi getur staðið fyrir það að þú eða einhver þér nákominn sé að glíma við fíkn. Og eins og þið viti, kæru Meyjur, getur fíkn verið margs konar. Ef að þú sjálf, kæra Meyja, ert að glíma við fíkn, annaðhvort áfengi, efni, mat eða eitthvað annað, þá ráðleggið þið bara að leita þér aðstoðar við því eða að taka þau mál föstum tökum í þínu lífi, horfa á hlutina eins og þeir eru og vera ekki í afneitun á það sem í gangi. En þessi spil eru svolítið dregin með það í huga að það er að kanna svona hvað liggur undir niðri. Og þetta spil getur líka verið vísbending að einhvers konar fíkn sé að verki í kringum þig sem hefur áhrif á tilfinningalífið þitt. Það er að segja að einhver þér nákominn sé að glíma við slíkt, eða að þetta sé úr fortíðinni þinni, jafnvel allt aftur í æsku. Allavega virðist þetta vera svona einn af þínum stærstu þröskuldum í dag, eða þitt stærsta verkefni, skulum við segja. Og að því ég nefni fortíðina, þá kemur þetta spil hér upp við hliðina sem fjallar syndir feðranna og karma. Það er að segja það sem að þú hefur tekið með þér inn í þetta líf, orkulega séð, eða ert að taka með þér inn á fullorðinsárin úr fortíðinni. Og hér sjáum við mann sem er bundinn á höndum og skuggar fortíðar hér fyrir neðan. Það er verið að benda þér á að reyna að losa þig úr þessum viðjum, leysa þessi bönd. Syndir annara, eða hvað ég var að segja, ógæfa annara, erfiðleikar annara sem hafa áhrif á þig í dag, eiga ekki að fá að stýra þínu lífi eða gera þér erfitt vik tilfinningalega. Það er mikil vinna að vinna sig í gegnum svona pakka. Það er að segja einhvers konar erfiðleika sem við fáum til okkar með uppeldinu. Sú vinna er svo sannarlega þessi virði. Og að öllum líkindum tengist þetta fíkn. Það hefur einhvers konar fíkn verið í kringum þig.
Og hún, sem sagt, fíknin sem slík getur haft margvísleg áhrif og áhrif sem að þú ef til vill ert ekki að átta þig á. Hún getur dregið úr þér kjark, hún getur brenglað sjálfsmyndina þína, hún getur haldið aftur að þér á mörgum sviðum. Hún getur orðið til þess að þú laðist tilfinningalega að manneskjum sem að glíma við fíkn. Vegna þess að það bara munstur sem að þú hefur vanist. Hún getur valdið í samblandi við annað fíkn hjá þér sjálfri, kæra Meyja, að þú þróir með þér fíkn. Þó að það sé alls ekkert algilt og ég engin sérfræðingur í fíknisjúkdómum, ég tek það fram. Ég bara að tala hér skilaboðin sem ég fæ hérna með spilunum. Þú færð hérna spil líka sem að heitir ótti, hræðsla, ótti. Ég sé þig hérna svolítið fyrir mér sem barnið úr fortíðinni, óttafengið barn sem að fela sig og láta lítið fyrir sér fara vegna þess að kringumstæðurnar eru erfiðar og eitthvað þar sem að þú kýst að forðast. Þetta litla barn ennþá innra með þér, það að segja þetta partur af þér í dag sem fullorðinni manneskju. Og skilaboðin hér eru í raun og veru að þú skoðir vel þennan þátt í þínu lífi, hversu mikið uppeldið að hafa þau áhrif að þú þorir ekki að stíga fram og lifa lífið undir fullnustu eða taka mark á skynjunu þínum, tilfinningum þínum. Eða lifa eftir þinni eigin sannfæringu, skulum við segja. Hversu mikið eru þessi liðnu atburðir enn þann dag í dag að halda aftur að þér. Þetta eitthvað sem þú þarft bara, og hver og ein, kæra Meyja, þarf að skoða hjá sjálfri sér. Vegna þess að þetta getur haft áhrif á svo margt í þínu lífi og þar með talið samband við aðra. Ok, ég ætlast síðan núna að taka hérna önnur spil sem að sýna okkur hvernig best að ráða fram úr þessum og einhvers konar leiðbeiningar fram á veginn til að losna úr viðjum þessa gráma, skulum við segja, því að hér svolítið grámi á ferðinni. Ég veit ekki hvaðan þetta orð grámi kom. Liturinn á spilunum ef til vill. En ég fæ frá þessum spilum einhvers konar svona fortíðar ekko. Við skulum sjá hvað þínir leiðbeinendur og englar vilja koma á framfæri hér. Ok. Ég ætla að geyma þriðja spilið aðeins
og meðan við skoðum þessi tvö, að hlusta hið innra, það er að segja hlusta á þínar eigin skynjanir, innsæði þína innri rödd sem segir þér hvað ber að gera. Það er mikil ró og mikil friður yfir þessu spili og hugarró er eitthvað sem að þú býrð yfir eða þarft ef til vill að verða þér úti og það að heiðra sannleikann, horfast í augu við sannleikann, horfast í augu við hlutina eins og þeir eru og horfast í augu við tilfinningarnar þínar. Mér finnst þess að ég þurfi að koma því á framfæri til þín. Tilfinningar sem að ekki eru heiðraðar, eins og stendur hérna honoring the truth, það er að segja viðurkenndar. Þær verða oft eins og vanrækt lítið barn sem að þarfnast í raun og veru umhyggju og þarfnast þess að vera viðurkenndar. Þú þarft að horfast í augu við sjálfa þig, kæra Meyja, varðandi eitthvað í þínu lífi og ekki leyfa þessum gráma sem ég talaði áðan að ná yfir höndinni, heldur bara bera virðingu fyrir sjálfið þér, heiðra sjálfa þig og þína líðan. Þú átt skilið hugarró, þú átt skilið vellíðan og þetta er eitthvað sem þú þarft að segja sjálfri þér ef þið vill daglega til þess að komast yfir það sem er að hindra þig, hvort sem er í tilfinningalífinu þínu eða annar staðar. Og þriðja og síðasta spilið talar inn á fíknina sem við töluðum áðan. Það er ekki að glampa svolítið hérna á þess að svona. Hér er talað einhvers konar fyrirgefningu eða það að bæta fyrir hlutina. Ef til vill ert það þú sem þarft að fyrirgefa sjálfri þér, bæta fyrir það að hafa ekki sinnt þér nógu mikið, eða þú þarft að fyrirgefa einhverjum aðila í lífið þínum sem hefur gert á hlutinn. Og þá erum við komin að því að þetta með fyrirgefninguna er oft mjög erfitt, sérstaklega ef það er mikil reiði til staðar. En þá segi ég enn og aftur, eins og ég hef sagt oft áður, fyrirgefningin er fyrir þig. Hún er til að reiðin éti þig ekki upp að innan. Get bara ekki orðað það öðruvísi. Og hún er til að þú náir bata og til að til að sárin grói betur. Það að fyrirgefa einhverjum eitthvað sem gerðist, það þarf enginn að vita það nema þú, svo lengi sem þú veist að innra með sjálfri þér, kæra Meyja, þá er það nóg. Og nú veit ég ekki hvaða aðilar í þínu lífi gegna þessu hlutverki, ef til vill einhverjir þeirra sem eru í þeirri aðstöðu að geta reynt að bæta fyrir hlutina. Nú eða eins og ég sagði að þú sért í einhvers konar stöðu gagnvart aðila í þínum lífi þar sem þú getur bætt fyrir hlutina, þar sem þú getur beðið aðilann fyrirgefningu ef þér finnst þú hafa gert á rétt hans
þetta getur líka verið vísbendingum að aðili í þínu lífi sé að biðja þig fyrirgefningar. Það er að segja, þetta getur komið hvaðan sem er. Hér gæti verið einhver sem að telur sig hafa gert á þinn hlut og vill núna sættast, leysa málin, hvort sem það tengist fíkninni eða ekki. Það getur verið slæm samviska vegna þess að tilfinningar hafa ekki verið viðurkenndar. Það getur verið einhver sem hefur ekki þorað að horfast í augu við það sem hefur verið í gangi ykkar á milli. En núna er komin önnur staða upp, einhvers konar þáttaskil. Og þetta mun allt saman leiða til þess að þú og þið, báðir aðilar, náið hugarró og náið ákveðinni samstöðu og samhæfingu, er það? Samstillingu. Það er eiginlega orðið sem ég var að leita að ná að stilla ykkur af þannig að þið getið unnið saman en ekki á móti hvort öðru. Það er eiginlega þar sem ég ætlaði að segja. Eða á móti hverjum öðrum þið aðilarnir sem hér eigi í hlut. Ok. Þetta getur verið misjafnt í hverju tilfelli fyrir sig, en aðalskilaboðin hérna eru þau að það eru erfiðleikar eða erfiðar tilfinningar að fara að leysast, að fara að heilast. Það er einhvers konar það er verið að, hvað segir maður, gróa heilt. Hér er eitthvað að gróa heilt, einhver særindi sem að hafa bara jákvætt í för með sér. Þetta er betri líðan og ekkert nema gott þetta að segja. En grámaspilin sem ég talaði hérna áðan eru vissulega bara ábending og til að hjálpa þér kannski að skilja hvað er í gangi undir niðri. Nú ef þetta á ekki við einhverjar ykkar kæru meyjur, þá bara látið þetta sem vind eyru þjóta, en þetta eru skilaboð fyrir einhverjar ykkar þarna úti. Þá ætla ég að láta þetta duga í bili og óska ykkur alls hins besta. Ljós og kærleikur.